Já, við erum hérna í níundu viku, þannig að við erum alveg að fara að klára svona námsefnið og erum að vinna sér núna í verkefni 4. Næstu viku fyrir við verkefni 5 sem mun tengjast Next.js og að öllum líkindum einhverjum GraphQL endapunkti fyrir einhverja svona þjónustu sem við ætlum að nota svona einhvern svona CMS as a service þjónustu, sko það næstu viku. En núna er í raun hópverkefni 2 sem er búið að vera opið ykkur tíma en ég hef ekki svona farið yfir, þannig ég ætla að fara yfir það núna aðeins. Og það er eins og verkefni 4 og 5 í React og byggir ofan á hópverkefni 1. Notar þær vefþjónustur alveg eins og við erum að gera núna í verkefni 4 og verkefni 3. Þannig að þetta er bara svona litla útgáfan og stóra útgáfan sem við erum að vinna þetta saman. En hópverkefni 2 er bara þetta, búa til React framenda með Next.js ofan á vefþjónusturnar úr hópverkefni 1. Og það náttúrulega fer bara svolítið eftir hvað þið voru að gera í hópverkefni 1 og ef að þið voru að gera eitthvað vilja breyta einhverju, þú veist, þá getið alveg eitthvað hnikaði til, en ég mæli með því bara að einblína á eitthvað tiltölulega einfalt og útfæra bara það sem þarf að gera. Og það er í raun að vera með 3 mismunandi síður og einhverja forsíðu. Og þessar síður geta verið hérna, það eru teknar fram á eftir. Og svo það er einhver valmynd og það getið sett einhverja virkni ef við erum með allmis leit eða körfuvirkni, ef við erum með eitthvað sem má leiti í eitthvað svoleiðis, einhver fótur, ef það er eitthvað svona aðeins fyrir stjórnendur þá getið þið hafa tengil og það í fæti, einhver forsíða sem getur bara verið bara eitthvað statískogn og svo getið þið verið með, svo er þið með þess notenda hérna utanumhald út frá vefþjónustunum í hópverkefni 1 og þar gæti til dæmis ein síðan verið að vera með skráningu notanda sem er þá ein síða sem eru útfærð en það er alltaf hægt að skrá sig inn þá með einhvern þekktum notanda og sjá þá einhvern mun. Hugsanlega þá má ég gera eitthvað svona köll, má ég búa eitthvað til sem var þá í raun aðgangsstýrt í vefþjónustunni. Og svo á móti myndavirkninni að þá geti sett upp þá það eða þá ef þið voru með vídeo eða einhverja binary virkni að þið setju upp á móti henni, þannig að það sé eitthvað upload úr einhverju formi sem fer yfir í einhvern bakenda. Svo er eitthvað einfalt skalalegt útlit, notið grid eða flexbox, þú veist bara eitthvað einfalt. Og svo ætlum við að setja upp eins og í verkefni 5 sem við höfum að gera þá í næstu viku, byrja saman á, er að setja upp server-side rendering sem er þá ólíkt því sem við erum að gera núna í verkefni 4 og við fórum aðeins yfir í senasta tíma og skoðum aðeins betur núna, er þetta client-side rendering. Við erum bara að búa til allt á clientnum. Við erum í raun bara með ótrúlega lítið HTML-skjal og erum að gera allt með JavaScript. Með Next.js þá fáum við verkfærin til þess að gera í raun bæði. Við rendurum allt á servernum og svo í raun eftir að búa að kveikja á því, eða kveikja á appinu, að þá erum við að fara á milli og þá er frameworkið að sjá að skipta út því sem að skipta þarf út. Svo ætlum við að nota app-router sem er þá svona nýlegri virkni í Next.js en er svona bara stöðluð í dag og það nýtir þetta sem er React Server Components eða RSC sem er svona það sem er mælst til þess að nota núna í React og þá er það þetta að það er kóði sem keyrir á servernum og á servernum eingöngu. Og svo er þetta bara saman við erum að díla við í verkefni 4 núna. Við erum með loading state, bregðast við villum og empty state, 404 miðhöndlun og hérna hugsanlega eitthvað svona 401. Þú hefur ekki aðgang að því að þú ert ekki annarkvort með réttindi til þess eða ert ekki innskráður notandi sem mátt skoða þetta. Svo er þetta bara með ESLint og það er ekki þú veist, þið bara stýrið því alveg. Ef þið viljið með ESLint, þar sem þið bara eru með þetta reglusett eða hitt, þú veist, þið stýrið þessu alveg og þið þurfið ekki að setja upp nein test heldur sérstaklega. Þú veist, þetta er bara setja upp React, setja upp og mælið með síðan að nota bara Vercel sem við höfum eftir að skoða og skoðum jafnvel bara eftir að þetta nótir það hérna í þessu heasing á Vercel og svo bara hafa í README hvernig á að setja upp verkefnið, hvernig á að skrá sig inn sem einhver admin notandi eða einhver notandi sem er þá í raun með auðkenninguna
og svo nöfn og notendanöfn allra í hópnum. Þið megið vera í sama hóp, þið getið líka breytt eitthvað til, þið getið gert einstaklingsverkefni og það getur verið ef þið viljið gera þetta sem einstaklingsverkefni en voruð í hóp, þá getur við bara búið til og deployað ykkar eigin persónulegu útgáfu af hópvinnunni úr fyrir verkefninu. En bara ef það er eitthvað vesen, heyriði mér og við finnum út af því. Og bara GitHub, committið, pull requestur og minnstakosti 5 pull requestur þar sem eitthvað búið að fara yfir. Og já. Og svo þetta, já, 50%, 60%, 70%, já, hérna, einskráningin og myndavirknin 10% hvort og svo 50% í bara uppsetninguna á þessu. Og já, tæknilega séð var þetta ekki gert en ég hef farið þetta bara á að segja við höfum farið yfir þetta alvöru hérna núna í dag og þetta er sett 10. apríl sem er eftir mánuð en sem er þá hérna í lok vikunar eftir páska en ég var að spája að setja þetta bara hérna í vikuna þar á eftir þannig að hafið þá auka viku en þið náttúrulega stýrið þessu, ég veit ekki alveg hvernig þetta verður svona páskaleifi sker þetta svolítið í sundur hjá okkur þennan loka en það passar svo sem vel við námsefni hjá okkur en já þannig að hópverkefni 2 einhverjar spurningar? Mjög gott